hjartað sér að halda blóðrásinni hjá okkur gangandi og ekkert bara okkur heldur flestum svona stærri dýrum. Það er mjög breytilegt hvað dýr eru með flókið og stórt hjarta. Hvalir til dæmis eru sumir með hjarta sem eru á stærð við lítinn fólksbíl. En hjartað í okkur er tvöföld dæla. Þetta er í raun 2 dælur fastar saman. Önnur dælan dælir blóði til lungnanna til þess að sækja súrefni. Það köllum við litlu hringrásina. Hinn helmingurinn dælir blóði út til líkamans til þess að skila súrefninu út til líffæranna og taka koltvísýring tilbaka sem kemur svo aftur inn í hjartað og aftur til lungnanna. Þannig mynda þessar 2 hringrásir hálfgerða 8. En hjartað er í raun og veru, nú ætla ég að teikna helming hjartans. Og þetta er nú kannski ekki þetta rosalega svona falleg mynd hjá mér, en það er kannski ekki það sem skiptir öllu máli. Blóðið kemur inn hér, inn í hólf sem við köllum gáttir. Gáttin er ekki vöðvarík, þetta er í raun linnt hólf, hérna bara kemur blóðinn, því er ekki dælt hérna niður. Heldur fer, og hérna eru svona hjartalokur sem gerir það verkum að blóðið kemst bara í þessa átt. Það kemst ekki á móti. En þegar að þessi hluti sem er kallað hvolf, sem er kallað slegill líka, þegar þetta þrýstist saman þá spýtist blóðið hérna út. Það kemst ekki í þessa átt því að þessi loka, hún lokar fyrir. Og svo er önnur samskonar loka hér. Þannig að blóðið það kemst bara hér út, fer út í slagæðina og út úr hjartanu. Ef þetta er litla hringrásin þá heitir þetta hérna lungnaslagað segi ég. Ef þetta er stóra hringrásin þá heitir þessi æð ósæð. Og svo þegar þetta dregst í sundur aftur, þar að segja þessi hluti hérna, hvolfið, að þá sogast blóðið héðan og niður. Af því þetta opnast, blóðið kemst ekki tilbaka hér, þannig að þetta blóð sogast niður og svo dælist það út. Svona gerist þetta aftur og aftur. Og bláæðarnar sem liggja frá líkamanum eða frá lungunum, þær skil alltaf blóðið, það er alltaf blóð hér. Hérna neðst í hjartanu er eitthvað taugahnúður sem er kallaður gangráður. Hann sendir taugaboð upp hjarta, þannig að hjarta dregst saman neðan frá upp, þess vegna dælist blóðið alltaf út. Hinum megin í hjartanu er annað eins batteri fyrir önnur gátt, lokur hérna og önnur slagað. Og það er þannig að við köllum þetta hér er annað hvolf og önnur gátt. En þó svo þegar við horfum á þetta, þá er þetta hægra megin, en við horfum á allar svona myndir eins og þetta sé í manni sem stendur fyrir framan okkur. Þannig að þetta er vinstri hliðin og þetta er hægri. Og að það er þannig að vinstri hliðin, hún dælir blóði út til líkamans á meðan hægri hliðin dælir blóði til lungnanna. En svona virkar hjartað í raun og veru.